Komið sæl. Nú ætla ég að gera örstutt myndband sem að tengist kafla 12. Og það er í rauninni svo stutt að það varla að það taki því að vera að eyða einhverjum megabætum í þetta. En það snýr að því að heildin, eða sem sagt allt saman, er alltaf 100%. Ég ætla að sýna ykkur bara stutt dæmi, þannig að þið áttu ykkur á því hvað er átt við. Þessar myndir segja kannski allt það sem segja þarf. Og það er sem sagt að ef að einhver einn hluti er gefin upp og spurt er hvað vantar mikið upp á, það geti til dæmis verið, hérna geti verið að segja að ef 80% nemenda eru ljósærir og restin er dökkarir, hvað er það stór hluti, þá erum við að finna hvað vantar mikið upp í 100. Eða við getum verið með dæmi sem liti út að 50% þjóðarinnar horfir á Eurovision, þessu gulu, hver stór hluti horfir þá ekki á Eurovision, og þá athugum við hvað vantar mikið upp í 100%. Og það er þá hin 50% þjóðarinnar. Eins og þetta dæmi sýnir að þessi dæmi, þá nýtist þetta kannski ef að eitthvað eitt er gefið og spurt er annað. En það er ekki alltaf sem það eru bara tvær tölur. Það gæti verið þannig að það eru margar tölur gefnar. Þetta gæti verið að lýsa til dæmis lit á bílum og bílastæði. Það gæti verið gefið að 20% bíla eru bláir, 18% eru gulir, 21% bílana eru gráir og 18% bílana eru rauðir, og svo er spurt hversu margir eru þá af öðrum lit. Og þá með að leggja allt þetta hér saman, sjáum hvað það er mikið og reiknum hvað vantar mikið upp í 100%, og það myndi gefa okkur það sem spurt er Og taka kannski eitt einfalt svona orðadæmi með ykkur. Hér stendur að 40% nemenda í ákveðnum skóla halda með fram, 20% halda með val og síðan er spurt hve mörg prósent halda með öðrum liðum. Og það er hægt að teikna þetta upp í svona skífuritt og þá kannski sést það mjög myndrænt. Það sem okkur vantar til að fylla hringinn, eða sem sagt fá 100%. Okkur vantar 40% til viðbótar. Það er hægt að sjá þetta líka með að setja þetta upp í einhver svona kassa, ef einhverjum finnst það þægilegra. En það er ekki nauðsynlegt að teikna þessa mynd alltaf, þó maður kannski sjá hana fyrir sér í kollinum. Útreikningarnir myndi vera bara þessa leið að allir eru þá 100%, sem eru hérna. Og svo ef við drögum frá þá sem halda með fram og val, þá sjáum við að það eru 40% eftir sem halda með öðrum liðum. Þannig að allt þetta samanlagt myndar 100%. En þetta er allt sem ég ætlaði að segja ykkur í þessu myndbandi, þannig að ég bara kveða sinni.